Okay. Eða byrja án þín þá. Velkomin. Takk fyrir. Við erum með stóran gest hér í húsinu. Viltu eitthvað að segja? Stafi. Sab. Já, við erum mjög stóran gest í húsinu. Hann Egill Breki. Já. Og takk fyrir að fá mig, Stefnur. Þú ert alveg stórstjörna. Ekkur situr svona. Já, ég meira til þær. Þú var svona? Já. Já. Hann bara er professional. Just relax, kick your feet back. Já, einmitt. Chillum hérna. Æ. You're home. This is your home. Já. Þetta er alveg nýja heimilið. Já, alveg. Já, veist. Maður veit ekki. Maður veit nú ekki. Getur margt gerst á stuttum tíma. Það er náttúrulega að gera það, sko. Og getur gerst, sko. Já. Hvað er hvíta hóan þín, Sara? Ég fekk ekki memóið, ok. Ég er svolítið móku. Ég veitir með hófu. Já, ég er með glæni í húðkestin í gær. Ég er ógeðslega ánægð með hana. Hún er svo hvít, sér það. Hún er ekkert eðla hvít. Ég ætla að segja hvað er keypt hana en ég hræddi að fólk fari bara að kaupa hana líka til þess að fá þær eftir, menn langar að geta að fara aftur. Er ekki svona merki á henni? Nei, nefnilega ekki. Nei. En En þú ert ekki hvítur? Þú ert svo sannarlega ekki Nei, hvítur. ég er nefnilega ekki hvítur, sko. Út af. En þeir sem eru að hlusta? Þetta er Dripping Gold Wonder Tan Water. Ég setti sérst á með Tan Water fyrir svefnin í gær og ég sprayjaði svona á mig. Svo er eitthvað, ætla þetta hinn með líka. Sprayjaði. Svo verði eitthvað. Fóruð þið ekki á andlitið mitt, eða? Sprayjaði aftur. Svo aftur framan á. Og svo svona, og ég var alltaf að fá svona. Svo prófaði ég að sprayja svona upp og láta það svona renna á mig. Já, maður ávist að gera það eða eitthvað. Eða eitthvað. Jú. Já. Og þá var ég búin að sprayja 5 sinnum á mig. Og svo vaknaði ég morgun og ég bara, nei, gaur. En þetta er samt flott, fyrir utan það er bara smá svona, þú veist, þú hefur greinilega. Augnlokin. Já, og líka ef maður slefar í svefni eða maður, þú veist, er eitthvað svona að fara að gráta. Varst að slefa? Já, greinilega, Þú varst ekki að slefa. Nei, ekki að slefa, en það er eins og það verið að gráta. Hvað er bara að grænja og slefa í svefni bara? Það hefur eitthvað annað verið að gerast þannig að hann fór svo. Nei, Já, það er svona að þú grænir og slefar í svefni. Einmitt, þannig að, já, einmitt, nákvæmlega. Nefnilega Rósa, Rönd. hún nefnilega var einn af fyrstu customers hjá Lena. Vá. Og hún keypt sér brúnkukrem og við sendum henni aukalega þetta tanning water. Hún nefnilega sagði mér það, hún var ógeðslega spennt fyrir því. Og þannig að þú nýttir tímann. Já, ég ákvað að prófa the tan water og það virkar svo sannarlega. Þetta er mjög flott, en þú glemdi bara. Sko, þessna er ég með pakkaverið í dag. Þetta hérna er Kabuki brush. Kahoot. Þetta er Kahoot. Ég til þetta. Einn, tveir og að byrja. Þetta er Kabuki brush. Já. Og þetta er nefnilega geggja að þú veist, þá getur þú sprayja andliti og þetta er the mini version og þá getur þú veist, dumpa í andliti og þá getur þú verið vissum þannig að þú þurfur ekki að sprayja 5 sinnum. Ég er bara, ef ég loka augunum líka þá er ég alveg ef ég loka augunum þá er ég alveg þú veist, það sést alveg undir. Kókó. Nei, ekki? Nú, nei, ok. Nei. Þetta er bara hér, en ég held að þetta sé smile lines. Sjáðu eitthvað. Brostu? Frildur, þú ert svolítið að skjóta á hann. Hann er að slefa, gráta, hann er með hrukkur. Með hrukkur, smile lines. Það var enginn að slefa henni að gráta. Ég er ekki með húðina, sko. Ef maður gerða það. Hefur ekki sett á í FaceTime og slefa svona? Hefur ekki sett á í tann í andlitið og svo slefaru og þá kemur lína? Ok. Nei, ég veit hvað mennar. Ég veit alveg hvað mennar. Það er allir í heiminum nema Sara þá og þegar allir sem er að hlusta það verður bara, oh my god, jú. Ég sko, Ég hef aldrei lett ég að vera með línu hérna þegar ég vakna. En ég lett ég að tárast. Já, ég skal það. Nei, ég slefa alveg, sko. Ég er ofta að snúa kottana við. En það sést ekki á þér, það sést eins og það hefur tárast. Snúa kottan. Já, ég vakna og það er bara svona, bleita hérna. Ég sný kottana við. Já. Það var allt í góðu. Og Ég er bara eins og allir aðrir, nema Sara greinilega. Já, nei, ángrís. Þú ert að láta mig líta út eins og eitthvað pick me girl. Ég er að segja, ég græt alveg eitthvað. Ég er bara ekki lent, ég að vera með bara ábyrrandi línu hérna. En þú ert reyndar ekkert mikið að setja þig FaceTime fyrir, þú veist, núna. Fyrir þetta. Fyrir þetta hérna. Hún notaði aldrei. Fyrir Wonder Water kom. Nákvæmlega. Notið þetta. Sín virkar. Nema að þú slefar og grennir í svefni og bara hlærið og ég með einhverja hrukkur líka. Notið þetta. Nema að setja Egill Breki bara. Bókstaflega, við erum að minna það. Ég er að hugsa. Já, núna, já. Kabuki brush. Þannig ég sprayja og laga. Já. Dreifi út úr þessu. Já, dumpa. Einmitt. Og síðan erum við með annað fyrir þig. Nú? Út af því að það er, hvað var myndalina Ég sé bara í myndalina. Góðan og blessaðan daginn. Ætlaðu að byrja upp á ný? Nei. Nei.
Þið bara mistið af öllu. Já, ég gerir svona, við byrjum eftir 5, 4. Ég ætla kannski að byrja að segja bara takk fyrir að fá mig stelpur. Já. You're welcome. Og Sara, þú ert ekki með húfu? Ég er ekki með. Svo sannlega ekki. Nei, við byrjum ekkert að því. Það er allir þettinir búið að vanta einhverja klippu og ekki, þannig að bara fínt. Þau eru vens. Þetta var reynda góð TikTok með slefi og allt þetta, þannig að þú prófaði ekki. Það kemur annað, við erum svo fyndin. Það er nóg eftir. Já, númer 2 pakki það er nefnilega skemmtilegt að vera tannaður. Já. Og þá fær maður hvíta tennur og þær gæti verið hvítari. Oh my god, við erum ekki rósta Egil. Ok, það gæti alveg verið hvítari. Hjá öllum. Já. Já. Þú veist, það er alltaf skemmtilega út að þú ert núna með pearl white tennur. Quite the pearl. Quite pearl, en þetta hérna er tannhvítan og tannkrem. Oh my god. Byrju, jarðabæra bragð. Og það er bleikt. Og það er bleikt. Það er bleikt. Þú elskar bleikan. Ég elskar bleikan. Þannig að þetta er pink toothpaste með jarðabæra bragð. Oh my god. Thank you so much. Of course. Ég mun tamast með þessu alla daga núna. Yes, þú veist að Sara átti actually líka hugmynd, en hún var actually að vinna í þessari vöru behind the scenes, þú veist að búna til. Nei, bara back in the days. Já. Ok. Sara er náttúrulega búin að gera þetta sko for a minute. She was born making white cream. Teeth whitening cream. Teeth whitening cream. Já. En já, hvað er nýtt af þetta? Herru, ég er bara búin að vera alltaf út allt bara. Já. Ný plata, rétt. Tímakaup. Out now. Það er komið ný plata, ég kom með nýtt stúdíó. Það er mjög góð plata. Takk fyrir. Hún er smá experiment hjá okkur sko. Já, hún er alveg störtleg. Mér sem geggjum. Veistu hvað? Það er eina sem ég er búin að hlusta á síðan og hún gefin út. Svo ég er bara með hann repeat, ég sopnaði hann og vaknaði hana. Slefaði hana. Ariela elskar að hlusta á barnaplötuna, en ég segi nei. Hún er bara búin að hlusta þetta. Hún elskar dansalagið. Það er gott lag. Það er svona eitt að fá orður sem hún skilur vel og hún elskar að dansa, þannig að þetta er eiginlega fylgum fyrir hana. Já, þetta er geðveikt lag fyrir hana. Við einmitt dansaði svolítið skemmtilegt. Við gerum alltaf vídeo við það út í New York. Já. Þið postuðum þessu lagi eiginlega sko í nóvember. Og þið er alltaf eitthvað hýsa. Við erum svolítið að því sko, en við erum eiginlega alltaf að hugsa fram í tíman, en þess að fyndi, við erum alltaf að spá í eitthvað svona, við ætlum að klára að dansa lagi fyrir New York til þess að geta gert vídeo í New York, skilur. Við vorum alltaf eitthvað svona, við erum alltaf eitthvað að hugsa fram í tíman, gera eitthvað, taka mynda okkur hérna út í New York til þess að geta nota þessa mynd síðan setna þegar við tala eitthvað svona, þetta er alltaf, við erum alltaf eitthvað. Þannig þess að þið myndi ekki gleyma kortunum á bara rétt árið byrja að taka upp. Nei, hljóðkortunum og myndalni. Það er SD-kort í myndalni núna. Þú veist örgulega ekki, en jú, það er guys. Það er you guys. En sko, þú veist, mér er líka að spyrja ykkur hvað er að frétta ykkur, af því að þið eru líka búin að vera, já, allavega ekki hér í sofanum. Nei. Alltaf bara sama. Bara sama. Sama gamla góða. Já, bara einhvern veginn alltaf flytta mér og gleyma ykkur og einhvern veginn alltaf því. Það er einhvern veginn alltaf því sko. Alltaf vera 5 stöðum í einu og það er alltaf mikið í gangi. Það er ágríns, ég er svo léleg í, þú veist, ef ég er ekki búin að hitta einhvern í smá tíma, er ég svo léleg í að segja. Nei, Sara, þú ert verst. Segja hvað er að frétta? Já. Ég er alltaf bara eitthvað. Hún segir ekki sem mér það. Nei, maður veit, ég er ángríns svona líka. Hvað er þetta? Ég er bara ógeðslega mikið að frétta, en ég er bara, Nei, Sara bara svona, ef að nýbúið að gerast eitthvað kannski daginn fyrir, gerast eitthvað huge. Sara kemur í vinnuna daginn eftir og við erum að vinna saman. Silent. Það er bara, svo kannski mánuði sérna, þegar hún er að segja ykkur öðrum, bara ég er búin að segja þér þetta. Ég bara, Nei. En ég er satt líka lóki alveg eins, annarkvort segi þér þetta leið þetta búið að gerast, eða ég líka bara svona, ef maður er kannski nýbúin að eitthvað samtali að það gerist eitthvað eða bla, þú veist, tekur svo langa tíma að segja það. Það tekur orku. Já, og þú veist, og ég bara svona, svo kannski er þetta eitthvað sem er ekki það skemmtilegt eða eitthvað, og þá er ég bara svona, og eða drama í kringum eitthvað, og þá er ég bara svona, ég nenni ekki núna, eftir að þetta er búið að gerast, að eyða núna klukkutíma í að ræða þetta. Ég er þetta tengjalur mjög mikið við það. Þú veist, og svo er þetta bara svona, þú veist, alveg svo fólk bara svona, akkur stík búin að segja mér þetta, og ég bara svona, þetta var nýbúið að gerast, þá var ég eiginlega bara drained að þetta væri nýbúið að gerast. Nenni ekki aftur í það. Já, ég nenni ekki að fara eitthvað að ræða það svo meira. Nei, nákvæmlega. Og
ekki heldur daginn eftir, þá ég bara að vinna, þá nenni ég ekki heldur að fara að eyða 2 tímum í að ræða hennar hlut. Sérstaklega, já. Nei, svo kemur einhver og bara, byrju, hvað gerir? Já, einmitt, sérstaklega er þannig. Þú ert bara eftir að greina, þú er bara svona, já. Have to be there, skilur ég ekki að fara. Og þeir bara, nei, segð mér, og þú segir eitthvað og gleymar að tala um eitthvað ógeðslega major, fatta það síðan, þarf að bæta því inn í söguna. En það eins og það að tala við fólki sem var kannski með þér á staðnum hlutin, því þá veistu þú þarf ekki að tala um eitthvað sem búið að gerast, þau vita allt. Já. Þannig að þú getur alltaf komið til þeirra strax með eitthvað nýtt eða eitthvað sem gerist. Já, fakt. Þannig ég fæ aldrei vita neitt. Það oft þannig. Ég bara ekki neitt. Nei. En ég meina, þú veist, svo getur þú líka bara komið oftar. Já, svo það. Já, nei, ég er búin að segja við sögur síðan ég var að gefa dansa í New York bara nóvember bara, ég þarf alveg að kíkja á okkur kemst ég ætti að kíkja á okkur, já okkur. Ég verð að kíkja bara aðeins verð að gera morguninni hérna og ég líka bara, ég hætti að taka marka á þessu og það er eitthvað búin að senda svo oft heyrðu, ég kem í vikunni bara, ertu bara skjöst á morgun ég er endilega kemur alltaf bara, Sara ég þarf að koma og kíkja á okkur að svo langt sinni segur, ég bara, já, endilega get til, svo ég bara, hann mun aldrei koma svo alltaf eitthvað, þú veist, svo í gæri, ég bara get spennt og svo bara ég ætlaði svo mikið að koma í gæri ég bara, hann kemur ekki einn svona morgun við erum samt eins við tengjum, ef eitthvað tengjum þá erum við, sko það er við þetta er bara svona, ef við hittumst once in a full moon þá er það bara meant to be. Einmitt. En svo viljum við ekkert catch up af því við nennum ekki að fara út í það, þess að draining. Þannig að við sitjum bara í þögn. Nei, við nennum alveg að catcha upp. Við nennum svolítið alveg að catcha upp. Já. Þú veist, en við kannski tölum of mikið þá, þú veist. Og þá gleymum við einhver öðru og erum sein eitthvað. Já, nei, einmitt. Við erum líka all... Hvað gerir dóin? Sástu þetta ekki? Ég ætla að setja síminn. Komstu líka með óhlaðana myndaðel? Nei. Ég veit ekki hvað þetta gerist. Úps. Hún er actually fullhlaðin, kortið í. En nú er alltaf létt að gera hérna TikTok-vídeó, ef við segjum eitthvað myndið. Sleik, heyrðu taliði? Hæ. Já, nei, einmitt. Hérna, mér er að byrja að segja takk fyrir að fá mig. Talandi ef þú ert svolítið brúnn. Já, ég verðum ekki... Hvað er húan þín? Við erum... Þetta er ástæðan af hverju að ég á bara að vera sæt og brosa. Ég á ekki að vera tökumæðurinn. Nei. Nei, einmitt. Það var aldrei meant to be. Hefur komið nýtt hérna? Nú? Nei, ég er bara að segja það sem við vorum að tala um aðan, að það kemur. Já. Það er komið nýtt. Einmitt. Það er þetta magnað. Alltaf. Hvað? Við erum að tala í dulkóðum. Æ, þetta er svona, ég nenni ekki út í að þetta er draining að tala með. Já, einmitt. Bara það er ekki að tala nætti, ég hef ekki bara þegja í dag. Jú. Ég taka bara healing. Taka smá mínútu þögn. Ok, tjók, fólk er ekki að hlusta á þetta í bílnum. Einmitt. Já, þetta er náttúrulega líka podcast, þetta er ekki alltaf í mynd. Þetta er náttúrulega aldrei í mynd leiklegast. Nei, einmitt. Við erum bara að hætta með þetta í mynd. En vá, þá þurfum að gefa fólkinu eitthvað skemmt að hlusta. Segjum ímyndar að þau eru í roadtripi núna. Já. Og við þurfum að fara út í eitthvað. Ok, ég með spurningu. Hvort myndir frekar? Já. Missa punginn? Eða hausinn. Ég missa át hausinn. True. Það er oft létt að laga það samt. En hérna, ef ég myndi missa punginn, þá er hérna. Ok, það var leiðilegt. Þá er samt gett að hvað ætlar að vera með pung og engan haus. Einmitt. Hausleis pungur með pung. Allt hitt funksjonar, ég er bara ekki með haus. Já. Þú getur ekki tala. Nei, getur ekki klætt mér í áróraföt og nota mig sem gínu. Nei, já, einmitt, true. Gínur með haus samt. Gínur freak me out. Gínur trífa. Er engin annan en að hrættu að gínur það? Nei, ég get bælt í. Jú, alveg sumar. Sumar eru creepy og aðrar eru... Það fæða ekki svona ef við kannski að versla eitthvað og svo úr þetta skoða eitthvað og svo fara alltaf svona og þá er þetta bara gína og allt. Jú, ég lendi því. Okay. Og því að my nightmare er að þú veist, ég myndi vakna eitthvað starf, nei, ég myndi vakna eitthvað molli og það eru gínur sem að lifna við og það eru að elda mig. Nei, það er ógeðslegt. Nei, ég er að sjá þetta fyrir mér og þeir eru svona eldandi og það er öll ljósin eru slögt og þeir eru öll fucking athletic og þeir gínur alltaf ekki með hausa já, sum ekki með haus, sum með haus og þeir eru öll sjúklega athletic og þeir eru alltaf gínur og þeir eru ógeðslega fljóta að hlaupa geta svona hoppa í splitt og klifrað upp á mólið það er ekki ein feit gína, skilur nei, ég svo það er alveg, til núna
Já, það enda að vera búið til það núna. Já, ég var alveg að sé feita gínur. Það? Já. Ég ætlaði að fara take that further en ok. Það geta alveg verið fullt af feitum gínum líka alltaf. Nei, ég segja að þú veist, þá eru þær hægari skilur. Þessar sem í formi, þær eru bara sprinters bara. Já, en feitum myndi kannski fela sig. Hefði. Fela sig? Nei, það er nokt að fela sig. Eða það myndi vera mest sýnilega. Þær eru embracing bara... Þær eru jákvæðar. Þær myndi bara... Þá ætla ég vil ekki vera fastur í Molly's Skims búð. Ha? Já, nei. Er ekki feita gínur í Skims búð? Það eru BBS. Sáðu Kim K? Upplásnu Kim K? Heyrðu, já, í New York. Heyrðu, Björn Bóði fór bara að kíkja á það og bara senda mig snapp á því bara. Var þetta ekki AI? Nei. Var þetta ekki AI? Vá, ég var við Rakel bara, hún var bara, Bryndur, sér þetta hjúl? Ég bara, Rakel, þetta er AI. Ég sagði það líka við Elsu, hún eitthvað, ég er farið til New York, ég get kíkt á þetta, þetta er AI. Svo hann bara... Þetta var mér svolítið AI-legt. Já, AI er alltaf með eitthvað svona ógeðslega mikið stór borði. Já, og líka fólki við hliðina var bara einhvern veginn, það horfði ekki eins og til hægri, skilja. Já, myndir ekki horfa á þetta? Var ekki bara byrju... Van, nú að gera þetta. Öllu vanir á það. Það er bara tunnel vision bara á... Það er bara 17 metra Kim K upplásin þú bara... Það er ekki einu sinni, þú bara straight ahead, þú bara horfir ekki til það. Já, horfir ekki. Lappa bara. Já, grís. Oh my god, þú elskar New York. Elskar New York. Og ég fór til New York daginn með Brynhildi. Hefði alveg rétt. Og ég fyrir að þú bara elskaði New York. Elska New York, ég ángriðis, ég hef aldrei verið svona, og það, þú veist, ég er bara svona, eins og það veitir, bara ákvað að búi hver að gera frekar og bara svona algjör eitthvað svona, ekki big city. En ég elska New York og ég var bara living my best life. Ángriðis. Brynhildur. Við erum búin að segja þetta svona 3 þætti. Hún var svona eitthvað, hún var bara eitthvað, þessa sögu. Og hún var bara... Og ég er búin að segja eftir, nei Sara, ég var að versla jólagjafir. Maður þarf líka að vera með smá opinn hug því að mér finnst allt svo fallegt sem að er kannski ekki eitthvað fallegt. Mér finnst rustið á götunum, ég er bara... Ég er samt þannig. Ég er mjög svona, hvað heitir þetta, svona... Með opinn hug. Nei, man ekki. Þú veist, en ég bara vissi þarna að það voru komið jól og við vorum bara í eitthvað svona... Fyrst að finna sem að segja þetta aftur. Við vorum að einskilur, við höfum 5 tíma að shoppa, tótal, og svo bara í flug. Skilur, og þá er ég bara svona... Mér langar svo að kaupa eitthvað skemmtilegt handa systkinum mínum og eitthvað og ég bara svona að ég, en mér langar svona aftur samt. Já, þú verður að gera það. Og þá verðum við bara, þá er ég að fara að vera bara að lappa og sjá bara. En þú varst samt ekki einu svona eitthvað svona eftir ferðin, þá var ég bara, ég var í eitthvað blissi, ég elska New York. Og þú fyrst að sjá og ég fekk ekki, ég var tunnelvision. Þú veist, eina vesla bara. Ég var gæjan að lappa framhjá fucking Kim. Nei, veistu hvað Brynhildur eyddi mesta tímanum í? Walmart. Valid. Það er það mjög margir sem að þrá að fara til Bandaríkjana bara til að fara í Walmart. Ok, en ef þú ert í eina nótt í New York, hvort myndir þú frekar? Ég fór bara að lappa hjá og fór í Louis Vuitton búðina sem var bara eitthvað hjúts og fór bara og var bara í einhverju blissi þarna. Eða myndir þú eyða allir ferðinni inn í supermarkaði? Já, nei, en svo, ok, síðan eru Walmartin í New York svo ass bara. Nei, já, fucking Target var ömulegt. Það er ömulegt, það núti. Þú veist, þegar ég bjó í Vancouver þá ég bjó náttúrulega í Stórborg, þannig að þetta var bara eins og að vera í Vancouver aftur. En aftur á móti, ég myndi fara aftur og þá var ég bara, þú veist, skilur við sko að þessi veggur er búin að upplega. Ég var þannig, sko. Þá var ég bara hér. Ég var bara, Guggenheim Museum bara. Ég get ekki nefnt eitt verk sem er inn í, ég samt bara. Nei, já, bara, þú er mjög góður manneski sem gerði þetta verk. Hvað er hún í dag? Ég alveg dýrka þessi borg, en já, ég skil ykkur báðar, þú veist, þú varst að njóta. Ég var tunnelvision-gæinn sem að horfði fram ekki einu svona á KBK. Þú varst bara jólagjafir. Og ég var svona. Og Sara var bara... Svo er ég bara lappa en það bara eitthvað og það var bara eitthvað hello miss og ég bara... Og var það fyrst skiptið eitthvað begge? Miss. Jú, það fyrst skiptið. Nei, já, ekki þitt. Sko, þegar ég var út af amma, hún leiður alltaf öllum barnabötunum sínum, hún tekur okkur 10 ára ferðir. Þá megum við velja í hvað borgu förum í. Í 10 ár? Já. Nei, og ég valdi New York. 10 ári ferðinni? Já, og ég var bara nýkomin heim. Og ég valdi New York. Og við tókum bara, við vorum bara, þú veist, við fórum í sko svona kjólabúð og ég valdi mig bara síð kjól og þú veist, og fór fyrir utan annan Tiffany's. Já. Og var bara í kjólnum í limósi að keyra þetta. Ég þarf að fara með sögur til New York sko. Ég var ákveðs að labba á göttunni og ég lítið liðar. Það var Sara í limósi við liðna
Var þetta þessari ferð núna? Já. Ég ætla að tala um það varstu 4 að ferð með ömmu. Nei, ég fór aftur núna. Ég lét limósín að keyra mig alla staðina. Hún ekkert að djóka þegar hún var að tala um að hún var að njóta, sko. Ég var á City Bike. Já, ég var labbandi. Já, ég var líka labbandi. Brynhildur vildi ekki koma með það. Nei. Svo hérna er 10 ára. Já. Nei, úkvæmst að leiða til limósín í New York. Oi. Þetta er þegar hún var 10 ára. Svo fekk hún sömu þegar hún kom núna aftur. Þá voru hún aftur. Þú verður að sína þig myndin. Hún þarf að vera komin upp á skjáin. Já. Í erinding. Ég set hann í skjáin. Já. Þetta var bara... Og þú fekst sömu limósíu þegar við fórum núna. Ég fór í greiðslu, það var kóróna. Ok, en við... Svo þetta, ég er að sína þessa myndir, sko, þetta er alveg iconic. Setjum það inn í... En fyrst skiptið þitt í New York? Já. Það er bara mjög svipað eins og Vancouver og fyrir þetta, þú veist, já. Mér langar líka ógæstum mikið til Kanada. Hún heitlaði mig geðað mikið líka. Það er Vancouver, það er, þú ert að fyrir að elska Vancouver. Var ekki Trump eitthvað að hóta Kanada? Nei. Jú, tariffs, með því líkum tariffs. Yes. Já, og núna er Kanada brjála líka. Kanada bara, you're threatening your best friend. En hann er alltaf að setja tariffs á alla. En við ætlum ekki að fara til það. Hvað? Nei, veitum við. Tariffs út í alla? Hvað er það? Líki Kína og hann sagði Evrópa fær líka. Tariffs? Tariffs. Hvað er það? Það er tollur. Extreme tollar á vörum, þú veist, og það var fyrir Evrópu verður það kól, nei, fyrir Evrópu verður það ál og eitthvað svona bla. Nei, þú veist. Og hvað það er leiðilt maður. Það er bara einhverja Luigi Mangione í gæjan. Hvað er það? Gæja hann allt, er hann einhver? Er það grínast? Herðu, ok, áfram. Saul Goodman. Veit ekki hver Luigi Mangione er? Veistu ekki hver Saul Goodman er? Sara, þú veist hver þetta er? Gæjan sem skaut healthcare gæjan. Já, hann ekki að sætur? Luigi Mangione. Nei, ég veit ekki. TikToker. Hann var út allt og hann gerði eins og Monopoly. Já, hann var með svona bakboka. Ok, núna erum við þetta ekki að vera mega segja neitt. Hann gerði eins og Monopoly, mástu? Nei, og hann draf gæjan og svo var hann, þú veist, gerði eitthvað svona á YouTube og var svona... Hann he draped this guy. He draped this guy. He draped him. Já, he dropped... healthcare, þú veist, gæðin sem var over healthcare í Bandaríkjunum. Hann skaut hann. Damn. Þetta búið verið allt á TikTok. Ég fór í myndir eitthvað. Það er alltaf. Okay. Það er ángrís. Þú postar bara TikTokum og horfir ekki á þau. Já, ég er nýbyrjar að posta á það. Ég hætti því smá. Akkur? Fór YouPage hans eru bara svona klippur á honum, bara Egill Breki svona... Thirst traps. Ég var endur Ég var endur daginn að skrolla og allt inn fekk ég Egill Breki fanpage. Jálfur? Það var svona þráður, ég gæti skrolla í gegn, sáu það, fullt af myndum. Nei. Það var eitthvað svona Egill Breki er umlíkjandi að því hann gekk upp langt. Það var einn glæran með þetta bak myndi. Og svo var þetta eitthvað Egill Breki, það fylgta einhver svona, einhver sem bjóði til það, fólk ókslega sem held að veri ég sem gerir þetta. Ég held að það var ekki. Það var alveg líkt mér að hendi þetta, en þetta var ekki ég. Já, en núna, svo var ég sagði morgun, svo heitir þetta núna eitthvað annað, bara íslensk, TikTok-stjarna. Nei, þetta heitir eitthvað íslensk edit. Ég bara, það var ekki eitt spesiálni núna í svona. Egill hefur ekki alveg virkað. Nei, það hefur ekki ekki. Nefnir maður ekki breytið í íslensk edit. Þá voruð þið ekki með neitt annað til þess að gera klippið sá. Akkur hættir að posta? Ég hætti að posta, ég var ekki alveg feeling myself, ég var ekki svona tanned og... Já, núna ertu búin að taka 7 TikTok í dag. Já, ágrís, við nýta daginn í dag. Og þau eru öll með soundinni I feel myself. Já, I feel myself. Öll með soundinni on þín, nussun hérna, out now. Nei, ég var bara eitthvað, ég var í allavega í inntökuprófinu og... Alveg rétt. Og mér fannst ganga áslega vel þar, kom síðan ekki inn, þá er ég smá svona... What the fuck? Það var smá leiðilt. What the fuck is that about? Og núna hatar hann alla sem eru í allavega í. Nei, það ger ég ekki. Það ger ég ekki. Já. Nei, ég var bara svona, eftir þetta var ég bara svona, hvað er ég að gera eiginlega við líf mitt hérna? Já. Á ég að posta vídeo með núna bara eitthvað... Glaður, þegar þú ert það ekki. Nei, á ég að vera bara eitthvað aftur, bara eitthvað, að gera eitthvað TikTok, bara að mér, segja eitthvað og sleppa fárulegt, þú veist. Og dómnefndin að horfa á þetta bara, greið gæðin, hvað hann að gera maður? Já. Nei, ég væri smá svona krísu bara, en svo væri bara, hvað að meina, ég það bara halda fram að gera. Já, veintalega, 100%. En ég skilði samt alveg að vera, þú veist. Já, ég var smá svona...
hvað á ég að gera núna? En ég þekki rosa marga sem voru að sækja í allavega og einmitt hafa bara, ég þekki sem hafa bara sótt sko 4 sinnum eða eitthvað. Já. Það víst svo rosa svona mismunandi hverkjastinn. Já, þetta það sko. Og þið getur alveg gengið vel eða illa og þið getur alveg gengið alveg smá illa þegar líður eins og hafa gengið illa en samt kemst áfram. Já. Þið sáu bara eitthvað í þér, skilur. Það sem ég skil ekki við, þú veist, listina af þetta því að enda the day, þú veist, þá þetta bara svona eitthvað opinion af einhverjum, þú veist, það bara eitthvað sem að dæma hvort þú komst inn eða ekki. Já. Þetta bara svona þeirra opinion, fattar þú veist, þetta ekki, þú veist, há-engun basically, þetta bara, mér fannst þetta ekki alveg skilur þú? Einmitt, þetta ekki endilega, þú veist, þetta ekki endilega þú ert lélegur, skilur þú? Nei, þetta bara hvað þú, í rauninu hvað þau fíla. Já, og svolítið líka bara hópurinn, þú veist, þau sjá hvernig hópurinn virkar saman sem að fara inn. Því bekkurinn verður bara like this, sko, hann verður ekki hérna náinn og þess vegna verður hérna... Þá leikar á bekkurinn. Já, í mínu tilfelli var ég að segja með leikarann og hérna, þannig þau eru að horfa ógeðslega mikið að hliðum og þetta ógeðslega flókið og erfitt. En ég lærði ógeðslega mikið á þessu inntökuprófi, að segja þetta allir, sko, en ég var ángist bara a new man. Já, okkur. Þetta bara, þú veist, ég var bara að fara svo mikið út fyrir þegar mann, ég var bara eitthvað, þú veist, tjáningadans, ég bara eitthvað, þú veist, og þú þarf bara að gera það. Þú þarf líka að vera rosalega in touch with your feelings. Já. Natalia, hún fór í Vancouver Film School og kláraði leikara þar og hún sem sagt bara, hún ekki að vinna sem leikari í dag, en hún var bara svona, þetta var ógeðslega emotionally, þetta var mjög erfitt, skilur, hún lærði ógeðslega mikið sjálfa sig, út af því að þú veist, þú þarft að vera bara, þú getur ekki fara að leika eitthvað hlutverk og ekki vera, þú veist, búin að, skilur, læra sjálfa í rauninni. Já, nei, það rétt, sko. Þannig að þau voru oft bara eitthvað svona, þú veist, líka þau voru að leiki eitthvað svona, leiðilegu síni eða, þú veist, sad síni eða eitthvað, þú veist, að geta vera get in touch with your emotions þegar þú ætlar að fara að grenja á en cue, þá ertu að vita hvað þú ert að ná í, skilur, og hvernig ætlar þú að fara að grenja og þú veist, þetta var bara geðvægt ítilað eitthvað. Það svo mikið í þessu, sko, og þú þarf líka að geta kúplaði út, skilur, og kemur heim. Já, separate að þú hafi verið að grenja og púla einhverja memory sem að lítið vera að grenja og síðan bara cut. Og líka mér veit ekki að þú varst að leika. Já. Líka mér heldur bara, þú veist, angist bara grennandi heima þér eða eitthvað, bara hafa, og það líður ógstilla. Stressið og taugakerfið og allt. En þú varst bara að leika fyrir hann dómnefnd. Líka mér veit það ekki, þú veist það bara. Og ég fór alveg þangað í þessum pröfum, þess að mann alltaf reynir allt sem maður getur í þessum pröfum. Ég fór alveg bara lengst inn að sækja eitthvað. Og maður kom alltaf heim bara okkur nervið. Og vinið mér var bara, jó, bara huppu. Úluna, já, huppu eða ég er bara svona gauir, þú veist. Ég ekki ímynda mér það, sko. Veistu hvað ég var að gera í dag? Ég sko búin að gangi í gegnum. Ég hringdi ekki til mömmu og pappa og Rósa var heima og ég var alltaf að koma heim og hún bara, ég bara... Já. Ég bara, þú veist, ég er ángis bara... Drained. Já, og þú veist, og svo kemur maður svona, ég fer í gegnum þetta allt svo bara, komst ekki inn. Já, emitt. Ok, emitt, þá fer ég bara aftur í vinnuna mína. Búin að grænja, þetta er baka. Og ég skal þá bara halda áfram og þá er maður svona, emitt. Þetta er oft bara svona, ef maður er búin að upplega eitthvað svona svakalegt, þá lætur maður hugsa líka bara, veist, kannski langar maður að gera eitthvað nýtt og þá kannski fyrir maður að gera eitthvað annað og ég fór bara að lokka inn í stúdíónu með Sævar að við gerum tímakaup bara og ég fór að posta aftur og ég byrja aftur bara svona að gera það sem er mér skemmtilegast að gera, veist, og hérna. En ætla að sé ekki margir leikarar í dag, þú veist, að vinna án þess að fara í leikaran? Jú, það er, ég myndi segja að það sé meira hægt núna en áður að finna aðra leiðir. Og þú veist, þau kannski horfa meira á veist, hvað þú ert að gera, svo mikið af miðlum og eitthvað sem getur notað til að þú veist, sína hæfileikana eina. True. En þú veist, þú vilt samt þessa gráðu eiginlega á einn eða annan hátt, hvað sem er heima eða úti, þess að vera með bara menntunina. Já. Og þú lærir líka svo mikið í þessum skóla, þú veist, bara það færi gegnum þessi 3 ár, þá ertu bara kafinn í þig og hvað þú ert að gera og bekkinn og þannig að þetta er svona. En er þetta líka ekki, þú veist, út af því að ég meina eins og þú ert með fullt af potential og eru þau ekki eini skólinn sem er að gera leikara? Á Íslandi, jú, það er kvikmyndaskólinn, hann er líka með svona, með eitthvað nám en ég held að það sé ekki á háskólastigi, en það er bara eitthvað svona sem að þau horfa svolítið á það, þú veist, ef þú skrifar staðan þá ertu alltaf að gera eitthvað. Já. Og þú ert að fá að leika og fara reynslun á eitthvað. Já. En þetta er eini svona skólinn sem fer alltaf leið í þetta bara. Og þú útskrifast með, þetta er náttúrulega bara háskóli. Já. Þannig ég einhvern veginn, og næsta eintökupróf eftir 2 ár, þannig ég er svona, ok, ég þarf að gera eitthvað hella núna í 2 ár og til þess að,
eða fara út eða ég veit ekki einu sinni hvað ég ætla að gera núna sko. Það Ég pæli í alveg strax sko. En það eru fullt af spurningum Nú, ok hérna frá vinum og vandamönnum. Vinum og vandamönnum. Þeir að fara að segja einhver þvæla Vandamönnum. Það fullt af þvæla á þinni. Nei, ég heldur að þetta sé ekkert þvæla. Nei, þetta er bara fans og margar sem að vilja vita allt Þetta er bara hvernig er hægt extreme að fans. fá mynd og svona. Hvernig er hægt að fá mynd með Egil Breka? Hvernig er þetta að fá mynd með Hvernig viltu að fans approachi þig? Já. Mér finnst Er þetta ángur spurninga? Er þetta bara Nei, þetta er ekki Já. Það var spurningi svo. Eða? Já. Með því ég held ángrís því að ég dáist má aðlega af því að fólk þora að spyrja af því að ég er alveg fan af öðru fólki og hef verið fan í gegnum tíðina af öðrum tónlistamönnum og eitthvað svona Og okkur og ykkur ég þori ekki að byrja ykkur mynd En varst ekki svona típan sem að, þegar þú varst kannski 12-13 ára sem hefði verið, sem Jón Jónsson hefði verið Jón Jónsson, maður skilur Jú að ég hefði alveg verið svo típa ég var með engan filter þegar ég var áður en puberty hit me og ég var fucking Nei, svo kom það einmitt og þá hætti maður þá var allt svo astanlegt skilur en fyrir þá var ég bara ég sagði bara allt og þú veist Nei, einmitt Ég labbaði eins og einn söru búðina og bara sagði starfsmann hvernig er að vinna fyrir mig? Nei Jú, það er bara hérna og hún bara, hvað meinar þið? Og stjúpmamma mín bara Já, ég bara ég bara sagði allt Ég gerði Egilsvelli einmitt í gær Í gær? Já, ég labbaði inn í Egilsvelli og ég spurði bara fúlan bara hvernig er að halda að vera með keiluhöll, bíósal, skautahöll og fótboltavöll, gym í höllinu minni Já, Egilsvöll Hvað sagði þið? Og hann bara vísaði mér á dyr og einhver tveir verðir sem að Róið út Nei, ég veit ekki Já, ég var bara manneskja sem bara ég og mamma vorum út í búð og hún bara og ég bara, mamma, þessi konu er feit Já og ég bara uppátt og mamma bara Einmitt, en svo vont Ég var alveg lengi síðan og þetta er bara hvatvísi Já Skilur, ADHD og hvatvísi bara Ég myndi alltaf en það haldi Hvað var þeim plötuna sem hann ætlaði að gefa út í desember? Einmitt Ég ætlaði að ángriðs ekki hún í desember Það eru nokkrar spurningar Þetta var svakalegt Nei, líka- tís Þetta var það sko Líka síðasta tís kom fyrir sko ári sem hann gerði þannig TikTok með uppáhaldslæginu mínu Hvað hefur að segja? og þú veist, ég er búin að vera að væla að gefa þessa fjárhansplötu út Gjaldem og Gjaldem svo var ég bara, ok, finally bara Já, platan kemur út desember Djók aftur Já, púla endurist einhvern Kanye en ég sko hérna hann er alltaf 10 sekar dropp hann ekki maður bara svona gaur. Já, hann er alltaf insane og hann er þetta farin að gera fullt núna sem ég vil ekki tjá mig Nei. en kannski ekki að bera mig saman með hann aftur ég var ekki að hugsa það bara. Nei, en veist, hann Ég var er þess að alltaf Kanye ég púla playboy-karti, segjum það hann er bara púla sko Já, hann er þetta líka tala um Hitler og Já, einmitt, það er alveg hann er en ég, einmitt, Gjaldem og Kanye þetta er svona Já, Nei, svipa væp en ég ætla ákveðs að gefa hún í desember og svo hætti ég við Okkur hún er ekki reddi sko hún er samt reddi en hún er þegar við ekki vorum í Króatíu þá var hann bara ennþá eitthvað fixa bítinn og Já, er það saman plata? já já. Sko, það er á útskriftarhúinu minni úr menntaskóla, stendur aftan á Gjaldem Í alvöru? Hvað er það langt síðan? Nei, 1 ár varst ekki lægið Nei, sem það er 2 ár Já, það er 3 ár Það var 2021 held ég Segjum held ég 2 Nei, Ég man það ekki Ég held að það er 2 En hún kemur, þetta er sumarplata Þú hefur heyrt það treystir ekki þér nú, hvað segir? Nei, það er rétt En þetta er sumarplata, það er eina sem ég get sagt Þú verður að hlusta þessu lög í svona þegar ég fara að byrta eins og það er núna úti, þú veist ég var í sjokki í gær, ég var bara heima klukkan 7 og það var bara day Einmitt ég var bara, what's happening það here? er svo gaman Það maður verður svo, mér líður svo vel í hjartanu Það er æði allt verður svo æðislegt já. En ég verð að gefa þetta út að þetta er æðislegt sko Þetta er skemmtilegt sko þetta er uppáhaldsplata mín Það er ógeðslega gaman að heyra og það verður líka svo gaman en hún gefur hún út þá er ég bara eitthvað, kannat lægin Já, einmitt, nei, þú veist, svo er allir bara að bytja hún er nýbúin, ég er bara Allir bara Ég að sagða, hún er nýbúin að koma út Já, Krakkar ég er búin að æfa mig einmitt ok, Ég þarf að gefa út held ég uppáhaldslegið þitt, þú veist, fyrst já eða eitthvað Þannig að sé alltaf, það er alveg tilbúið þér sko fannst það ekki fyrst uppáhaldslægið þitt Nei, ég Það er svo elska fyndið. það lag Það er ekki gaman talmlög sem engin annar veit hvað að tala um jú, hann gerði TikTok klippuna af því, þú veist, þegar fyrsta tísið það var af uppáhaldslæginu mínu og það blóaði smá upp Mhm. Þú veist, ég var svona, mér brá alveg
að maður veit ekki, þú veist, ég er Hættu svo við alveg að vera blóð. Nei, ok. Hættu svo. Ok, en ég er búin að sína hana Þú þarf að senda þér hana. Já, getur Ég er búin að vera alltaf að senda einhverjum og alltaf því að senda einhverjum þá var hann bara, gaur, þetta lag er geðveikt og ég bara, þetta er bara slagið okay. Það er líka þegar þú ert búin að hlusta kannski svo ógeðslega ofta á eitthvað. Ég bara, mín skoðun er relevant right now. Já, sko. Hún er það. En uppáhaldslagið mitt eins og við núna er það sem ég gaf út þarna sem ég er út í sumarbústað það sem ég sagði að hann kemur út í desember, það er uppáhaldslagið mitt og hann er minna á mig, það er geðveikt sko. Já. Hún kemur einhvern tímann. Já, við bíðum bara spennt en þá. Bíðum spennt. Ég held að þú getur ekki lengur verið að gera eitthvað svona, kemur út þarna og þú þarf bara að gefa hann út svo næst. Þú veist, það er enginn að fara að trúa þér lengur. Nei, ég get ekki gefið neitt release date þá maður kemur út og bara hérna. Allt var sure. Já. Ert kóngurinn? Er ég? Já. Er það spurning? Nei, það er bara verið að segja þú ert kóngur. Þú sagði þetta í svo spurningu. Ert það kóngurinn? Ert kóngurinn? Ég bara, já sko, hún er pælís. Takk. Síðan er hérna einn sem er að gera hósur sínar grænar og er að spyrja hvað er það yngsta sem þú myndir fara í. Hósur sínar grænar? Hvað þýðir það? Það er svona gera sér líklega, skilur? Já. Hósur sínar. Hvað er hósa aftur? Gera hósur sínar grænar. Sara Jónsson. Yngsta sínar. Svo er þessi sem að gera hósur sínar grænar. Spurning sko. Þetta er hræðileg spurning. Það er smá erfitt út á þetta er alveg sittileg spurning. Já, ég segi það bara aldurinn hennar, þú veist. Jafngömul kærasti minn er. Hvað er, hún er 03? Já. Er hún 03? Já. What the? Nei, allir 03 í dag. Ég tala þau hennar, hún bara gæti eitthvað núkslega svona óþroska. Já, ókslega. Gæti, veist, ég myndi aldrei halda mér 03 sko. Já. Líka Sara, hvað er þú þetta gömul? 02? Það meikar engan sens. 01. Það meikar engan sens þegar hún er ekki 02. Hún er 01. 01 líka meikar engan sens. Já, ég held í svona 1,5 ára Sara var eldri en ég. Já, ég líka örgla. Ég er 94. Nei, ég er 2000. Já. 2000 gang. Ég er yngst hér. Já. Finnst þið gott að vera Akureyri? Sko, mér finnst það alveg já. Ég búin að fara svo oft núna. Veist, Akureyri trýta mig alltaf vel en ég búin að fara svo oft. Mér finnst það leiðilt ég fer svona ógeðslega oft á einhvern stað. Það er svona en jú, mér finnst, jú. Þú hattar Akureyri? Nei, mér finnst gott Akureyri og í skóðaböðunum. God damn. Okay. Síðan er hérna, ég er alltaf að reyna að gefa gælum eye contact á djamminu. Eru þið farnir enn? En svo gefa, þú veist, horfa þær aldrei á mig tilbaka. Tóku þetta ekki fyrst á þettinum? Jú, hann sagði þá, þú veist, hvernig hann reynir við stelpur. Þá, þetta er allt í augunum. Já. Og svo segir hann, veist ekki hver ég er? Já. En þessi er aðeins að pæla út að hann er ekki þekktur. Hann er ekki jafn mikið celebrity og þú. En það þarf ekki að vera það, sko, endilega. Það er hérna og hann er alltaf að reyna að stara og svo lengi sem ég ekki bara eitthvað orða á mig, skilurðu, bara hann að færa hausinn. Þetta þarf að koma bara naturally. Já. Ef hún er ekki að horfa tilbaka, þá þarf bara að horfa eitthvað annað, sko. Ég held þessi með hann í. Og bara hætta við að reyna við hana. Hvernig ætlar að láta einhvern horfa á þig, skilurðu? Taka þyrlunum á borði? Þetta er bara fyrsta múf. Ég sagði þetta sem fyrsta múf. Þið spyrir mig hvað verður fyrsta múf. Hann getur líka, ef það er ekki virkað, þá getur hann prófa annað með því kannski tala með hana. Og ef hún er bara eitthvað, nei, þá kannski að taka hindinu og bara og taka þyrlunum á borði. Ok, bara gera það niður með þig og taka þyrlunum á borði. Já, það myndi allir horfa á þig. Nei, ekki mjög oft allavega. Ef hann er opinber. Oft sem ég kom inn á auto og eitthvað, stóði ég Þá var ég á autopilot. Literally. Ekki tala um mig. Flögsnætti bara út. Já, ég flög út. Alltaf ég koma að koma til okkar. Já, það er alltaf gaman. Hversu mörg börn viltu eiga? Allavega 2. En stela? Stela? Ég veit ekki, ég bara sé rautt. Er Egill eða þið trúið? Við öll þá? Já, Egill eða við, eða þið. Trúið? Já, ég lét skýra mig og ferma mig. Það gerða samt óttir. Já. Þú séu er trúaður.
ég sem ekkert eitthvað já, ég trú alveg á en þú veist, Guð þá, ég trú ekki mikið á svona karma og trú ekki mikið á allt gerist frá reason og eitthvað þannig en Guð, þú veist, já get svona milli þar bara en ég hef heyrt að það ógeðslega inn right now að fara í messu, ég elska það. Hvað er það? Það ógeðslega inn. Er það samt inn? Þegar ég sá eitthvað myndband en ég veit ekki. Já, nei, það er bara allir orðin svo vogue, það er bara healthy lifestyle og allt þetta er svo inn. Bara self-care, hugsa líkama og sál, fara í kirkju maður. Ég hef alltaf verið mjög trúið. Já. Eða þú veist, bara svona ef mér líður illa eða eitthvað, þú veist, þá fær ég alveg með bæninar og bara svona já, þannig að maður vill væntanlega trúa eitthvað. Já, og ég er alveg svona já, ég trú alveg mjög mikið á þetta og mér finnst líka bara mikilvægt skilur sama hvað þú trúir á að þú veist, vera með eitthvað skilur, þú veist, ég kannski ekki endilega að setja eitthvað maður þarna uppi skilur eitthvað, þú veist, en bara það góða skilur að hugga manna, róa manna að hafa eitthvað. Já, það hafi líka að það sé eitthvað æðra heldur en við sem að er bara svona gott in the universe og bara ef ég gerir gott þá, þú veist Ég held líka að það hafi svolítið svona þú veist bara þegar fólk sérstaklega back in the day þegar þú veist, Guðmund Almáttur hvað er leiðilegt að búa back in the day þú veist, back in the day bara þegar til dæmis konur áttu bara ekki neinn réttindi og það var bara, skilja, bara þegar hlutinir voru ógeðslega erfiðir þú veist, þeir náttúrulega alltaf þú veist, jú, þeir eru erfið í dag en með hvernig þetta var back in the day þá eigum við, þú veist, þetta er bara galið skilja, við erum bara living best life ég er svo grateful að ég sé fætt á þessu tíma pæli að vera fætt fucking, þú veist nei, ángriðs hryllilegt, sérstaklega á Íslandi ég ætti ekki breyk þú veist, það var bara ég ætti ekkert í það þú byrði í mold, það er að koma og þú veist, þá held ég líka einmitt svona að þú veist, þar þegar það er bara eina sem það er og líka bara þegar fólk sem átti þú veist, upplýði stríð og bara eitthvað svona og þú þarft að hafa eitthvað svona einmitt líka til þess að halda í, þú veist þetta er í rauninni líka bara svolítið von og líka bara eitthvað til að halda þér, þú veist man vill væntanlega trúa því að það sé eitthvað æðra og eitthvað meira út af því að þú veist af hvað annað skilur þú veist það er rosa empty að það sé þú veist bara það er rosa mikilvægt að hafa þetta, já. Ég sammála því en ég pældi rosa lítið í þessu bara svona þegar ég var yngri okkur svona og ég var líka alltaf bara svona þú veist trúði eiginlega ekki en svo þú veist hugsa ég að það sé líka bara svolítið ég að vera frekar privileged skilur, ég hafa aldrei haft það nú erfitt til þess að, þú veist, ég hafi bara einhvern veginn aldrei þurft að pæla í því. Skilur. Já, ég skilji. Þetta sé líka alveg uppeldið. Já, og líka 100% uppeldið. Ef ég hefði, já, líka það, skilur, ef ég hefði verið upp. Þú veist, eins og mamma og eitthvað svona, hún er ekkert eitthvað brjálæslega trúið og eitthvað svona, en ég var mjög mikið með ömmu og hún bara, við fórum með bæninar á hverju kvöldi og bara svona, reynda ég amma líka. Og þá, þú veist, bara svona ólst ég upp við þetta, skilur, þú veist, og eins og bara systkini mín, þú veist, mömmu megin, þú veist, ég kendi þeim bæninar, skilur, þú veist, þegar ég var með þau þá fór ég alltaf með bæninar með þeim og mamma var ekkert að gera það. Þannig að ég fór alltaf með bæninar og mér fannst geðveikt mikilvægt að, skilur, svona, og líka bara ef ég er að gera eitthvað í lífinu, ég bara svona, þá er ég alveg svona, ég feg með bæninar og bara svona beðið að hann standi með mér í þessu. Ég get það líka, og líka minnst eins og sem foreldri, þú veist, mér fannst ógeðslega mikilvægt að mér var kent til með eins og faði voru, bara lágmark að kenna faði voru, það er svo, þú veist. Það var einmitt amma sem að kendi mér það, alltaf voru svo. Já, mér finnst bara einmitt að maður ætti, eins og ég vil kenna börnunum mínum allavega faði voru til þess að, þú veist, hafa það sem að allir geta farið með sem mann sést trúa Guð og bara að fara í kirkju og svo segja að fara þetta með faði voru. Þá ertu ekki svona, svo læra maður meira, skilur svo í fermingafræðslu og allt svona. Það er líka bara fallegt að hann vera svo. Einmitt ángriðs, þetta er bara. Og bara þakka fyrir daginn og bara svona, og vera líka bara svona átta sig á því hvað þú ert blest út af því að skilur þú veist, það er svo margt sem að gerist og ég akkur trúi líka gett mikið á karma og allt svona og bara svona orku og universe og manifesta og eitthvað svona. Same. Og þú veist, og mér er bara svona líka þegar ég hugsa bara svona hvað ég hef náð í lífinu skilur og bara svona allt sem ég hef gert, þetta er allt sem ég hef manifesta og allt sem ég hef bara svona, þú veist, og þetta er bara svona hvað maður hefur náð miklu á stuttum tíma ég ángriðs ég þakka þér bara fyrir þetta skilur við bara svona trúin kemur sterk þar einn sko að maður trúi og manifestar á það sem maður trúir á sjálfa sig og það sem maður er að fara að gera ángriðs að spila óst mikið inn í og þú ert alltaf bara eitthvað nei veit það þú ert bara að segja við sjálfa það og segja við þá sem er að fylgjast með þú veist ég var
í Ángrís núna á þriðjudaginn, þá var ég hjá Miðli. Aha. Já. Hvar? Ég fór með Rósu að hitta Miðil sem að hún var hjá og Miðlunum langaði svo að hitta mig líka. Ég fór aftur með henni og það var alltaf gaman að heyra Miðilin tala eitthvað. Og hún bara vissi nákvæmlega hvernig ég var, hvernig típa ég var og maður svona, ok. Og hún kom með eitthvað. Hún ekki svona predicting the future? Jú, svona lúmst, hún var að segja bara svona halda áfram að gera því það mun eitthvað svona, hún var að segja það sem ég var að gera og þú ert á rétti leið eitthvað svona og ég trúi svo mikið á það og það er gott að heyra það frá Miðli. En hvað hún hefði bara, it's not looking good. Þá myndi ég trúa því. Já, það er að segja, ég myndi ekki vilja gera það. Nei, ok. Ekki? Nei, þau mega ekki segja, þú veist, ef það er eitthvað neikvætt. Já. Og þetta er að, þú veist, þannig að allir eru bara að geta jákvætt. Já, þú veist, hún má ekki segja, skilur, eins og ef hún myndi sjá bara að þú ert að fara degi næstu viku, þá má hún ekki segja það við þig. Af því það er the fate. Já, þú veist, og eða bara þú ert að fara að missa vinnuna þína eða það eru bara geðt svartir tímar framöndan, þá má hún ekki vera bara, heyrði. Getur lesið í spilin kannski? Já. Tarotspilin? Já, getur kannski sagt, verður ekstra jákvæður hérna. Já. En hver er næsta spurning? Við þurfum að gunna í gegnum þessar spurningar. Já. Bara þeir sko, öll. Fórum aðeins svolítið dýp hérna. Hvað æfðir á yngri árunum? Fótbolta, handbolta, píanó, þeimleika. Já. Ég var bara í ógeðslega miklu. Það var næstu það saman ég. Ég var í píanó. Já. Fótbolta, þeimleika, frjálsar. Já. Reyndar æfði ég allt, en... Ég fór aldrei í frjálsar. Ég þurfti að velja. Ég var öflugur. Hvernig er hægt að líta svona vel út? Eitthvað secret? Já, það var spurning. Já. Frá Lena Verslun. Já, face mist, tan mist, tan water frá Lena Verslun. Nóg að því. Tannkremi líka. Það er með græn augu. Það er með græn augu. Við erum eitthvað að... Af hverju skegg? Sælir. Geggjuskegglína. Nei, bara viðhalda, þú veist, bara líka vera þú, ángriðs. Já, bara vera með skegg, skilur, hvað er það? Alltaf lágmarkið, skilur. Af hverju finnst hann bleikur bara vera litur en ekki bragð? Finnur ekki bleika bragðið? Ég finn alveg bleika bragðið, skilur, þetta er bara... Svona, maður segir svona, tekur sem til orða bara. Það er ekki aldrei oft. Shut up, guys. Stop talking about. Manstu eftir Karinni Hallowell frá söngvakeppni Brúarinnar? Bíp, bíp, bíp. Svolega? Í ángriðsmánundinni. Já. Já, hún er legend. Hún og hérna vinkonunnar, þau voru kynnar í söngkeppninni. Og hérna, þær voru ekki það skemmtlar, ég man alveg eftir þeim. Já. Hvernig ert svona fyndin? Er ég fyndin það? Hæ? Er ég fyndin það? Er það spurði ég alveg? Mér finnst þú ógeðslega fyndin. Mér finnst þú eiginlega bara fyndnasti maður sem að ég hef kynnst. Ég veit það segja ekki nóg oft. Mér finnst þú ekki það fyndin. Þarna koma. Gat hún að verið. Sem ég er búin að kynnast þér. Það bara lægi ég aldrei. Brildur talar oft um það svona. Henni fannst þú vera ekki að fyndin. En fólk segir eitthvað, nei, Egill er ekki fyndin. Já. Þú veist, og ef fólk er eitthvað, já, Egill svo fyndin, þá segir hann ofta eitthvað, þið þekkja samt ekkert. Já, hann er bara fyndin á TikTok. Já, það er nú gaman að heyra. Nei, hvernig er ég fyndin? Ég fæ ángriðs að spurningu frekar oft, ég hafði oft séð líka held ég bara. Já. Ég fæ spurningar mjög oft. Hvernig á maður svara sig? Hvernig á maður svara sig? Ég er bara svona, bara hugmyndaflug og svo er þetta bara að standa með djókuninum, skilur. Þú veist bara hver þú ert. Og þú hitt ekki bara með því, já. Standa og falla með því. Maður er bara eitthvað, og ég er alltaf að gera lítið úr sjálfum mér, þannig að ef einhver annar gera það, þá er ekkert mál. Því ég er alltaf að eitthvað og ég er bara að úna það síðan, skilur. En hérna, svo langar mér alltaf í leiklist, þannig ég er alveg svona opin gæi. En ég var líka að sjá hérna að fyndi fólk, þú veist, fólk sem er svona generally fyndið og er svona fljótt að koma með fyndin comeback og eitthvað svona, það er usually með mjög hátt IQ. Ok. Makes sense. Þú veist, þau verður að hugsa fljótt, já, þú veist, og hugsa fyndir í spond sem að fólk fer svo að hlæja yfir. Mér finnst það einmitt, þú veist, þegar fólk spyr eins og eitthvað, þú ert útl fyndin? Já, takk fyrir það. Ég er líka fokkin gáfaður. Ég er líka útl fokkin gáfaður. Við sko IQ-um þetta. Ég veit ekki að pælt því líka, ég er bara fyndin, sko. Það er svona fattar þetta ekki, því þú ert heimskur og ég er gáfaður. Heimskur, ljótur. Og þetta ekki fyndin. Munurinn á mér og þér. Já. Hann er það bara. Nei, mér finnst ég vera útl fyndin einmitt í svona, í hóp, þú veist, að koma með eitthvað á staðnum. Veist, eins og ef ég væri með uppistand þá væri það gett mikið að nota krátið svona eins og
þeir alltaf að gera TikTok. Já. Ég væri svona þannig, ég væri ekki endilega kannski búin að skrifa bara eitthvað, ég fór eins og í búð og já, þetta væri bara eitthvað svona, ég fór eins og í búð svo hnerran einhver hvað þá kannski segja eitthvað út úr því skilur nota kemmi í það, svo get ég unni með það eitthvað svona, herri, ég ætla að segja jók ónæmi, þannig að þú þarna sem hnerraði taktu ónæmistöflu þetta hræðilegt grín skilur, þetta væri ógst að fyndi í saman eitthvað svona þannig mér finnst ég verið ekki að fyndin í svona hóp eða, ég get sem líka alveg skrifa sketsa, en það bara tekur aðeins meira tíma og maður svona hugsa það út í þaula en ég finnst mér finna að koma með bara staðanum sko viljið þið klára? Já, hvað ert þú að fara? Ég þarf að fara bara, ég þarf að hlaupa út Já, nei, bara gána svefnildur Virkilega gaman Það ekki þið það flott, því annars þarf ég að vera eitthvað enda þetta Já, Love you guys Eru ekki öll að enda bara? Jú Bara takk fyrir Já, takk fyrir að hafa mig Já Gott sjá okkur, Mér finnst það gett stutt Við erum búin að vera í 51 myndi Já, true Það er mikið Þú kemur bara aftur, eitthvað sem á næsta ári Ég bara, þeir kallið og ég kem og ég skal lofa, ég verð ekki Þið kallið og ég segi já og kem svo ekki og svo gerir það heimsinu og svo kem ég En jú, ég kemst það Slay, Queenie Host Þú ætti að sjá okkur Gellukast Við erum svo alltaf að gefa þætti út núna Woo! Betra þáttur en Láttur? Já Þáttur en einn láttur Betra þáttur en Þetta var góður þáttur Já, akkurát Já, takk í dag